Já, gleðilegt sumar, gott fólk. Fyrsti dagur sumarsins, hann fór vel á stað og við sjáum til dæmis hér á þessari gervitunglamynd að það var sólríkt nokkuð víða á landinu. Það er svona helst á Suðausturlandi og sunnanverðum Austfjörðum að það hafi verið skýjað og þar komu eitthvað örlítið í úrkomumælana. Örlítið var þetta bara þurr dagur, mildur og fór hiti hæst í tæp 17 stig og gerði það hér á höfuðborgarsvæðinu. Það var reyndar út í Geldinganesi. En hvað varðar svona þróunar næstu daga, þá erum við með lægð hér suðvestur af landi og lægðir svona verða dálítið á þessum slóðum næstu daga suðvestur eða vestur af landinu. Þannig að það verður svona suðaustlæg átt hjá okkur næstu daga, en það koma skil hér inn á sunnanvert landið og leita hér norður yfir landa á morgun. Trosna reyndar töluvert á leið sinni yfir landið, þannig að úrkoman verður nokkuð slitrótt nema að vera skildi þá á suðaustanverðu landinu, það sem getur ringt nokkuð drjúgt tíma. Og við erum að fá hlýra loft inn en verið hefur að undanförnu og við sjáum það hér þessu gula slíkja sem að leitar hér til norðurs yfir landið. Því verður svona allan á meðan þessu suðurlega átt stendur yfir hjá okkur þá ætti að verða nokkuð milt áfram allan næstu 3-4 dagana. En svona nærstöðinu þá sjáum við að klukkan 19 og þá létt skýjað mest allt land, eitthvað lítilsháttar úrkom hér á Suðausturlandi og sunnanverðum Austfjörðum og skilin svona að nálgast landið og snerta hér suðvesturströndina upp úr miðnætti og fara hægt og bítandi til norðausturs yfir landið. Við sjáum að hversu slitrótt úrkoman svona víðast hvar á landinu nema vera skildi hér suðaustan til en þetta þá staðan á morgunum klukkan 14 heitir svona almennt séð í kringu 10 stigin, ekki víst að við fáum sama hámarkshita í dag á morgun og í dag, en það hefur væntanlega með það að gera að það verður öllu meira skýjað á landinu. Og þróun síðan áfram fram til laugardags að þá verður vindátt svona nokkuð svipuð áfram. Það getur alveg gert rof í skýjahöluna en alltaf koma svona nýjir bakkar inn, þannig að allan að hér sunnan og vestan til á landinu getur fengið rigningu öðru hvoru. Á laugardaginn sjáum við að þetta nú svona nokkuð svipuð áfram í kringum 10 stigin sunnan og vestanlands, gæti hæglega farið í þetta 15-17 stig norðan til á landinu á laugardaginn og síðan breytist í rauninni ákaflega lítið eins og sjáum hér fram það sem eftir lifir laugardags og fram á sunnudag verður svona meira og minna bjart veður norðan til á landinu, meira skýja hér sunnan og vestanlands og lítilsháttar rigning á köflum og það á einnig við þá sunnudaginn eins og við sjáum hér. Og svo að sjá að þetta haldi áfram í rauninni bara með þessa suðurlegu átt þá á sunnudaginn eins og þetta kort ber með sér. Skúraleiðingar sunnan og vestan til á landinu ætti að vera nokkuð bjart á norðausturhorninu og hitatölur áfram svona bilinu 10-15 stig myndi maður ætla. En hvað varðar veður út í heimi að þá háþrýstisvæði sem er að teygja anga sína hér til sunnanverðrar Skandinavíu ágætis veður í höfuðborgunum svona mestu leyti á morgun, allan í Oslo 12 stiga hiti, skil sem að koma hér inn á Bretlandseyjarnar en við sjáum þegar við rennum hér til suðausturs að það nokkuð óstöðut tíðin víða í suðausturhlutanum allana, þar eru skúradempur allmiklar á ferð og jafnvel þrumuveður á köflum. En veður hefur farið til skánandi hins vegar á Íberíuskaganum og þar nú sóladagur í vændum á morgun nema við skildi í norðurhluta Spánar þar sem að gert ráð fyrir skúrum og þær getur náð alla leið til Madrídar. Og hvað var það Kanaríeyjar ákveðið norðaustlæg átt og þetta nú svona dálítið meðalveður á eyjunum. Hiti 20-25 stig og endum síðan hér í Norður Ameríku. Það nokkuð óstöðut í austurhlutanum, dempur þar og ferð og það ekki oft sem við sjáum að þessi spáðir hærra hitastigi í Seattle heldur í San Francisco og Los Angeles en það ætlar að verða tilfellið á morgun. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.